Já, komið sæl og takk fyrir að koma og hlusta á IPA6 umræður hérna, eða svona fyrirlestur. Það er svona ánægilegt að sé allan einhverjir hérna inni, þannig þýðir að þið viti kannski hvað IPA6 er og það er nú alveg slatt af andlitum minna sem ég þekki, þannig að það er bara frábært. Ég sem sagt heiti Guðvarður og ég er búinn að vera núna í tæp 23 ár í bransanum og byrjaði 96 og er búinn að vera núna undanfæri ár hjá opnum kerfum og hef komið í IPA6 innleiðingu þar. Og svona til að brjóta upp og hressa ykkur við, þá talaði ég við félaga minn sem er í löggunni og hefur mikið talað á svona TED fyrirlestrum og svona, hann sagði ég yrði að vera með brandara sko. Og ég sagði bara, ja, check með það. Og hann baði mig um að sýna sér brandarann sem ég gerði. Og viðbrögðin voru svona, hann sagði basically að þú ert nörd. Og þannig að ef þið hlægið, þá eru þið nörd líka sko, þannig að mjög gott. Engin? Engin nörd hérna? Sem sagt, það er alveg ljóst að ef þegar verður innrás á jörðina, þá er það að því að geimverur munu ásælast okkar IPA6 tölu, því að við höfum svo rosalega mikið af þeim og við getum deilt þessu út bara eins og karmölum. En ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins svona frá skipulaginu, hvernig skipulagi er, úthlutun á IP-tölum, AS-númerum og því líkt. Þarna efst uppi er eitthvað sem heitir IANA og þeir fara með úthlutun á öllum IP-tölum og AS-númerum, bæði IPA6 og IPA4. Og undir þeim er svokallað Regional Internet Registries og það eru þessi 5 aðilar, Afrinic, Apinic, ARIN, LACNIC og RIPE-NCC. Og undir þeim eru svo Local Internet Registries, memberar og aðrir. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur svona heimsálfurnar sem að þeir skipta með sér. Við tilheyrum RIPE-NCC og þetta er stærsta, já, má ég alveg segja þetta sé stærsta svæðið í heiminum. Þeir kofera þarna alveg Rússland og voru með þess að opna skrifstofu í Rússlandi núna nýlega. Og sjáum við hérna Indland og fleiri góð lönd. En staðan, ég ætla að fara í stöðuna líka, að núna 31. janúar 2011 þá voru seinustu 7 8-bita IPA4 netin úthlutuð. Og þá voru 2 8-bita net sem fóru til Apinic og þá voru eftir 5 sem fóru hvert til hvers Regional Internet Registries. Og þegar þessu var lokið, þá eru öll IPA4 net búin. Og svo við tekur að Regional Internet Registries fara úthluta. Og þetta eru þessi milestone sem er í gangi núna. Þið sjáu þarna Apinic klárar 14. apríl, þá eru þeir komnir í svo kallað post-exhaustion fasa og þá kikkar svona soft landing hjá þeim. Og nú úthlutaði bara 24 til 22 bita netum. Sama gerist hjá RIPE 14. september og þá kikkar inn þessi þarna nákvæmlega grein. Þið getið googlað þessa grein sem segir nákvæmlega hvernig úthlutun á að vera á IPA4 tölum í Evrópu. Og þeir úthluta náttúrulega bara núna 22 bita netum til nýrra aðila og ef þú ert nú þegar Local Internet Registry þá farið einu úthlutun í viðbót og svo er það búið. Þið bara fáið ekkert meira nema þið stofnið nýtt fyrirtæki og nýtt Local Internet Registry. Og svo tökum við LACNIC sem er í Suður-Ameríku. Þeir kláruðu sínar IP-tölur 10. júní 2014 og þeirra fasi í raun og veru byrjaði 2013, þá fór þetta að kikka þetta inn að það var farið að minnka úthlutun og í júní 2014 þá er soft landing hjá þeim og þeir úthluta bara 24 bitum til 22 bita. ARIN
þeir kláruðu sína tölur bara með þetta sammi 2015. Þau voru ekki með neitt soft landing. Það var bara öllu útluta þá að allt var búið. Þeir ákvaða að, já, ég veit náttúrulega ekki hvernig þeir ákvaðu það, en það var bara, sjáu, ég ætla að sýna ykkur glæru eftir, sýni nákvæmlega hvernig svo útlutun fer á stað hjá þeim og bara klárast á með einum punkti. Og svo Afrinic, þeir eru þeir seinustu til að klára og núna, ja, fyrir 2 árum síðan þá þeir komnir í soft landing. Og þeir eiga það bil helming af einu 8-bita net eftir. Og þegar það búið þá ekkert meir. Þannig að þetta svona farið að vera raunveruleg ógn. Það búið að tala þetta lengi, það búið að tala þetta í örugglega 15 ár pluss að innleiða IPv6 af því að IP-tölurnar að klárast. En nú þær bara að klárast. Það ekkert sem heitir. Og sjáu þetta eru tölur frá IANA. Þessi græna þarna uppi sýnir í raun og veru IP-tölurnar sem IANA átti og það sem Regional Internet Registration eiga sko. Og þið sjáu þessu rauða, það bara IANA og það búið hérna. Og kikkar inn soft landing hjá flestum. Og staðan, þetta 2014 hérna. Þannig að þetta bara niður á við. Þið sjáu þetta fjöldi 8-bita neta hérna. Og það komið hvað? Já, bara ansið neðarlega þarna. Sé nú ekki alveg nákvæmlega, heldur sé ekki 10 þarna kringum 2014. Og hérna sést greinilega hvað að gerast. Nei, fyrir ekki, ég að skipta tölvunum minni hérna líka. 2 stöðum. Að þarna 2011 þá klárar Afrinic sínar IPv4 tölur. Og þeir bara geta ekkert útluta meira. Og þetta sést mjög greinilega á þessu grafi. Og hérna ein glæra frá Jeff Houston hjá Afrinic, þar sem hann spáir til hvenær IPv4 tölurnar klárast bara hreinlega. Og sjáu hérna Bandaríkin, ekkert soft landing, það bara búið. Hérna RIPE. Þeir að sýna hérna fram við 2021, við vorum náttúrulega bara séð og bara vissum hvað í stemdi. Og svo hérna Afrinic hérna, soft landing kikkar inn hérna, en ég veit ekki, það svona spurning hvað gerist, við kannski komumst að því. Og sjáu að svona aflíðandi línur hérna, það eru svona, það sem soft landing að kikka inn hjá Regional Internet Registration. Og sjáu hérna, þetta innan við helmingur hérna af IPv, eða sérst af 8-bita IPv4 tölum. Og ég ætla að taka svona nokkur dæmi hérna hverjir eru svona aktíft byrjar að nota IPv6 svona bara hardcore sko. Og það eru til að nefna sem ég veit fyrir víst, að ég þekki aðalega þar innan, það svona K-rótin og A-rótin. Öll samskipti á milli allara servera sem þeir eru með á IPv6 eingöngu. Comcast árið 2015, þá eru þeir með 40 milljón notendur og allir komnir með IPv6 í dual stack og með svona nokkur sem eru komnir í IPv6 only með NAT64 og DNS64. Og við hjá Open Kerfi, það er nú búin að vera lengi í notkun IPv6 hjá okkur, en kannski fyrir svona ári síðan bara aktíft farið að innleiða IPv6 hjá okkur og við erum farin að setja þetta á allar nýja tengingar og öll ný kerfi og stefnum að því að í ár að managementnetið okkar verði IPv6 vætt. Og kannski að nefna með Comcast, ég glemdi því að allt managementnetið þeirra IPv6 only. Og þeir kaupa ekki búna sem ekki IPv6 stuðningur á. Þá segja þeir bara nei, því miður, við kaupum hann ekki. Og svo kemur að Cloudflare, sem flestir þekkja þarna, ef ekki allir. Að síðan 2012 þá hafa þeir verið IPv6 enabled og þeir tóku þá ákvörðun að þeir voru með NAP sem að þú gast enablað eða slökkta IPv6 og ef þú ætlar að slökkva IPv6 þá férstu upp svona mynd.
Þannig að þú í raun og veru fórst bara aftur til fornaldar og já, þannig að þeir vissu þetta fyrirfram. En í kringu 2016 þá taka þeir þessa ákvörðun að kveikja bara hreinlega á hnappnum, default. Og þeir byrja á því, byrja á því að taka svona slow start og því næst fara að taka 100.000 síður á dag. Og þetta eru 5 milljón svæði sem þeir eru með, sem þau þurfa að enabla IPv6. En þess má geta þarna upp að þið sjáu lítið stökk þarna svona, að það er þegar þeir tóku ákvörðun að ef þú hefur ekki snert hnappinn, þá kveikjar bara á honum strax. Þannig að þeir eru bara komnir á IPv6 eingöngu núna, eða þess að dual stack, og hnappurinn er farinn. Þú getur ekki slökkt á IPv6 í dag hjá þeim, nema náttúrulega taka út hreinlega IPv6 færsluna í DNS. Og ég held með þess að þú getur ekki heldur, þá ertu samt með IPv6 möguleikann inni hjá Cloudflare. En ég tók líka saman nokkra tölur svona notkun og hérna er traffic til Akamai, efnisveitunar. Og sjáu þarna efst að Indland með 50% af IPv6, að traffic er IPv6. Og það náttúrulega bara gefið mála að ástæðan fyrir því er svo að þeir fá ekkert IPv4 tölur. Þannig að þeir þurfa bara að innleiða IPv6 aktíft hjá sér. Og Belgía kemur þarna og Bandaríkin fast á eftir. Og svo Noregur svona toppurinn þarna af þessum Norðurlanda þjóðum. Þetta er ekki rétt röð, það eru fleiri lönd á milli en ég valdi svona nokkrar þjóðir. Og svo kemur Ísland. 0,4%. Færeyjar eru með 5,7% af sinni traffic á IPv6 og við erum með 0,4%. Og samt erum við með fullt af fíberum út allt, fullt af flottum háhraðatengingum, skorum hæst í öllum net og tölvu skorum en fáum þessa einkunn. Hjá Google, sama að segja þar, það eru Belgía reyndar efst. Bandaríkin og Indland koma fast á eftir. Og svo Noregur alltaf í 4. sæti, þetta er alveg áhugavert að þeir séu í 4. sæti alltaf. Og Ísland, 0,44%. Styrkur þetta ekki magnað? Facebook, það nota nú allir Facebookina. 98% af þjóðinni á Facebook. 57% hjá Belgíu með IPv6. Og Færeyjar er þarna 6,02% og svo Ísland. Er þetta því við erum löt? Ég veit ekki. Kannski kunnum við þetta ekki? Nei. En svona þetta er meðaltalið. 0,41% af traffic til þessara 3 stóru efnisveita eru á IPv6. Á meðan Færeyjar með 6,14% og Danmörk, þú veist, við erum hérna í mitt á milli. Við ættum að vinna þessar Norðurlandaþjóðir. Er það ekki? Við vinnum ekki einu sinni Eurovision. Svíþjóð vinnur oftar Eurovision en við. Við hljótum að geta unnið þetta. Þetta eru 9% í Svíþjóð. En, svona til þess að hughrifsta ykkur aðeins, þá er þetta ekki alveg slæmt. Það eru nokkrar lausnir í boði. Og ég ætla svona aðeins að fara yfir þær. Og það er kannski þú getur bara haldið status quo. Við erum þessi maðurinn sem segir bara, til hvers, stungi sandinum hausnum. Og ég ákvað að búa til svona dæmi, ég tek mbl.is sem dæmi. Það er bara fyrsta sem ég datt í hug, maður fer nú oftast inn á mbl.is til þess að tekka okkur að neti sé í lagi. Og ef þú ert með IPv4 tölu, þá nær þú engri þjónustu á IPv6. Þú þarf náttúrulega ekkert að gera, engin kostnaður, ekki neitt, en það mun koma að því að þú þurfir hreinlega að virka IPv6. Og þá kannski hentar það ekkert þér og þínum tímapunkti. Dual stack, þetta er svona algengasta aðferðin, að setja bæði IPv4 og IPv6 á netið á þér. Og þannig kosturinn er náttúrulega klárlega að þú ert búinn að virka IPv6. Og þá ertu náttúrulega bara hetja, eins og strákarnir mínir sem eru hetjur.
greinilega. Og þetta bara byrja að virka og þú þarft ekkert að gera nema bara þegar IPv4 hættir eftir 2 ár, að þá þarftu bara að slökkva á því. Það allt komið þér. Þú getur gert það bara samhliða. Þetta bara spurning að IP-address og IPv6 address. Og muna bara byrja í ysta laginu þínu. Byrja ráðdöfnum, byrja og vinna inn á við. Aldrei að byrja innst hjá þér, þá getur þú lent í vandræðum. Og svo IPv6 only. Þessi sko. Þá ertu bara Austin Powers maður. Living dangerously. Búin að virka IPv6, allt að gerast, búin að slökkva IPv4, mbl.is virkar ekki, Google virkar, YouTube virkar, Facebook virkar, svona þess að helstu, openkerfi.is virka. Það ekki Tryggvi? Þannig að ég mæli ekki með þessari aðferð. Þetta svona, já, ég veit ekki, þú ert alltaf að vera ansið kræfur sko. Og svo þessi NAT64 og DNS64 og þá ertu bara búin að virkja IPv6 innanhús hjá þér og ekki IPv4 en notar DNS64 og NAT64 til þess að þýða yfir í legacy stuffið IPv4. Og ég setti það nokkra punkta, það náttúrulega flestir eldveggir og ráterar sem styðja þetta bara out of the box. AS-útgáfa 9 og upp úr styður þetta. DNS þjónarnir, bind og not resolver þeir styður þetta líka. Og hvernig virkar þetta? Það virkar þannig að fyrst sendir útstöðin á DNS64 þjónin fyrirspurn. Hún biður mbl.is og það sem að útstöðin bara með IPv6 tölu að þá sendur hún AAAA, quad A DNS fyrirspurn á DNS64 þjónin. DNS64 þjónin ekki með þessa tölu í kassi hjá sér og þarna númer 2 að þá sendir DNS64 þjónin quad A fyrirspurn fyrir mbl.is á authoritative DNS-in þeirra. Og númer 3 að svar kemur tilbaka að það engin quad A færsla til og þá sendir DNS64 fyrirspurnin A fyrirspurn sem að gerir venjulega ekki í fyrstu fyrirspurninni af því að hann vill fá quad A fyrirspurnina strax tilbaka. Og þá kemur IPv4 A-færslan tilbaka og svo notar DNS64 þjónin aðferð sem útlustuð í RFC 6144. Hann breytir IPv4 tölunni yfir IPv6 tölu. Þetta prefix frátekið í það. Og hann breytir bara hverju tölu yfir í hex. Þannig að þú ert komið þá með 64FF9B og svo yptöluna í IPv6 útfærslu. Og svo það næsta sem gerist að ráterinn, hann bara basically nattar þessu. Tekur source og destination og breytir í IPv4. Og svo kemur svar tilbaka, nattar aftur í IPv6 og útstöðin þín nær fullum samskipti við mbl.is og allar IPv4 þjónustur. En það kannski ber að nefna að þessi aðferð virkar mjög vel með nánast öllu nema hlutum eins og SIP, þar sem IPv4 talan inn í headernum á pakkanum. En þá hægt að nota fyrirbæri sem heitir 464XLAT, sem ég reyndar ekki að fara út í nánar en þið getið fundið á netinu. Og svo ætla ég aðeins að líta yfir úthlutunum í IP-netum. RIPE, NCC, þeir úthluta sjálfgefið 32 bita IPv6 netum og þú getur óska eftir að fá að það stækka upp í 29 bita net og þeir gera það bara nánast án þess að þú hreinlega þurfur að svara fyrir það. Þú bara fær þá tölu og málið dautt. Og þetta svona basic
útluti sem mælt með, það til einhver RFC fyrir þetta, já þið sjáu þarna neðst, ég setta það einmitt hérna, hvernig best að útluta. Það talaði 48 bita fyrir hvern stóran kúnn eða stóran stað og svo 56 fyrir hverja svona minni staðsetningu eða jafnvel bara endanotenda. Það talaði það eins og í telkóbrásanum að útluta bara hreinlega 56 bita neti til endanotenda. Og það felur í sér að þú ert með 64 bita net fyrir það. Og svo notaði náttúrulega 128 bita net fyrir point-to-point tengingar og 127 og svo 128 fyrir loopback sem bara eins og 32 í IPv4. Og ég setti þetta upp í töflu bara svona til þess að sjá hvað við erum með mikið af netum. Þarna þessi úthlutun 29 bitar og þá þýðir það basically að við erum með 64.048 bita net og hérna nei fyrir ekki hóra þetta rétt hérna að þá í hverju 29 bita úthlutun erum við með 512.048 bita net og 32 milljarða 64 bita net, þannig að það ætti að vera alveg nóg fyrir Ísland bara ókomna tíð. Og það sem skemmtilegt við þetta að í IPv4 er 4,3 milljarðar IP-talna en í einu svona 64 bita neti eru svona margar IP-tölur og þetta svona typikal úthlutun á hvert broadcast domain eða VLAN. Bara samhliða 24 bita neti í IPv4. Og getur þetta ímynda ykkur. 32 milljarðar sinnum þetta, hver úthlutun. Þetta ég held að allar IPv6 tölur, þetta einhvers staðar 340 trilljón IP-tölur. Þannig að þetta að vera nóg fyrir okkur, sko. Þannig að það þarf ekkert að spara þetta og ef þetta klárast, þá lítið mál að fá nýja úthlutun frá RIPE. Því að þeir bara gerð svo vel, fáðu ykkur meira. Ef réttlætingin til staðar. Og svo fann ég hérna eina góða mynd, svona ASCII art, sko. Maður alltaf svolítið hrifinn af því. Og hérna sjáum við bara útlista alla 128 bitana. Hvernig þeim raðað upp. Svona mælt með. Og svo ætla ég aðeins að fara yfir hérna úthlutun á IP-tölum. Hvaða aðferð hægt að nota. Og það náttúrulega hægt að gera þetta manuált. Bara fastsetja IP-töluna. Ég ætla ekki að ræða það neitt frekar. Svo þetta að fara í stateless Slack og svo stateless DHCP version 6 og svo stateful. Og það kannski byrjum bara á stateless auto-configuration eða nafni Slack. Að þá ertu með 64 bita net sem útlutar á hvert VLAN. Og við það verður til þess að þá notaðir MAC-adressuna búa til link local adressu, IPv6 adressu með UI64 og fá prefixið á netinu frá router advertisement frá netbúnaðinu. Og þetta bara default virkni. Og IP-talina þá genur þetta út frá link local tölunni og þú fær default gateway og kemst á internetið eða út með DNS-þjón alltaf, en þú fær ekki útluta DNS-þjón eða öðrum svona DNS-stillingum. Og hér stateless DHCP version 6 og maður hefur nú séð fólk vera að setja upp DHCP fyrir IPv6 og það hefur ekki virkað. Og það að því að þú þarft að setja þennan O-bita og hann settur með þessari skipun hérna sem dæmi í Cisco til þess að router advertisementið gúttir það að þú sért með DHCP-þjón, annars lætur hann Slack vinna. Og Slack og með þessum O-bita sem stendur fyrir other að þá að segja að þú fáir IPv6 töluna með Slack en aðrar stillingar fari með DHCP, DNS og domain prefix og þvílíkt. Og svo það stateful DHCP og þá það svo kallar M-biti sem settur og hann settur með þessari skipun. Og þá öll IPv6 talan 128 bitar settir af DHCP servernum. Og hún heldur utan allt sem
er sett DSI upp í serverinn og ef þú ert með, þú getur verið með báðar skipanirna inni en M-bitin vinnur alltaf O-bitan, þannig að það er sjálfkrafa valið. Og svo svona ætla ég aðeins að fara yfir þetta á IPv6 bingo. Hvernig vinnum maður það? Og þú getur náttúrulega unnið með því að bara gera ekki neitt, þá ertu bara sigurvegarinn. Og ég veit ekki hvort það sé heiður. En svo getur þú farið inn á vefsíðu sem heitir ipv6bingo.is og þá getur þú fengið svona alls konar skemmtilegar afsakanir til þess að hjálpa þér að réttlæta það að fara ekki IPv6. Og þetta er mjög gaman að sjá þetta og ég ákvað að taka inn og svona bara end users don't care about IPv6. Og sjá þetta er ekkert alveg rétt, þú veist, mér er ekki sama og ég held að það séu fleiri inni sem vilja fá IPv6. En það er akkurat í tilviki að þetta fyrirtæki Optimum, þetta er svona eins og Síminn og Vodafone, að þetta er internetþjónustuaðili með efnisveitu og internetþjónustu og því að kúnnarnir þeirra vilja fá IPv6 IP-tölu. En þeir segja not widely available. Samt er sko tæplega 50% útbreiðsla IPv6 í Bandaríkjunum. En það er ekki widely available sko. Og netheimarnir, þetta er svona, þeir sem náttúrulega að posta þessu á Twitter, þetta er svona mennirnir sem í baknetum heimsins sem að posta þessu og það verður til svona bara svaka umræður þetta. Og þetta sé bara alls ekkert rétt. Comcast er native IPv6 og svo bara allar IP-tölur hjá Arinn búnar. Haven't heard that excuse in a while, like since 2005 or so. Those dark years before T-Mobile USA, Verizon og Comcast. Þannig að með þess Xbox mæla með IPv6. Og svona í lokin þá tók ég nokkra hlekki til að hjálpa ykkur að vinna IPv6 bingoið. Og það er alltaf þessi ræðislur. Man ykkur að fara inn á þetta, ef þið viljið disabla IPv6. Og svo, ég sé nú ekki Natta hann er með ipv6.is og ég hvet hann til þess að fara að uppfæra síðuna sína, hún hefur ekki verið uppfærð síðan 2017. Og svo IPv10 maður. Ómar hjá The Road fékk ekki einu svona RFC-númer og rann út 2018, þannig að við erum bara hjúk. En þá ég eiginlega bara búinn og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir. En að lokum langar mig að minna á RIPE-fundinn sem verður í maí næstkomandi á Íslandi og það er allir velkomnir og sérstaklega Local Internet Registries og bara endilega skrá ykkur á fjölmennum. Þetta verður allur geirinn sem kemur frá hinum þessum og ég bara með þessum orðum þá þakka ég bara kærlega fyrir. Takk fyrir.